Jæja, byrjum þessa yfirferð á því að anda djúpt inn og kyrra hugan. Í dag ætlum við að kafa ofan í afar sérstakt og djúpstakt andlegt ferðalag. Við munum styðjast við magnaða speki úr tímaritinu Akhand Jyoti, nánar tiltekið frá maí til júní árið 2023. Greininn sem við skoðum ber upprunalega titilinn A Seeker Must Be Aware of the Goal, sem ætti útleikja sem svo að leitarinn verði að þekkja markmiðið. Þetta er nefnilega algjört grundvallaratriði. Rétt eins og þegar við leggjum upp í langferð, þá getum við ómögulega stigið fyrsta skrefið af fullt öryggi nema við vitum nákvæmlega hvert ferðinni er heitið. Til að koma okkur í rétta andlega gýrin er algjörlega tilvalið að byrja á þessum fallegu og friðsælugum orðum skáldsins Rúmi. Því kyrrlátari sem maður verður, því meira getur maður heyrt. Í þessum nútímaheimi okkar erum við oft umkringt endalausum hávaða, bæði úti í samfélaginu og líka bara innra með okkur sjálfum. En andlega leiðin er hreinlega kreft þess að við skrúum niður í þessum óróa. Það er í raun bara í þjógninni sem við getum farið að skynja hið raunverulega markmið ferðarinnar. Við þurfum að finna þessa djúpu innri kyrrð til þess eins að geta raunverulega heyrt rödd sálarinnar. Við skulum halda áfram og sjá hvernig spekingurinn Maharshi Patanjali nálgast þetta. Í upphari Yogasútra í hlutanum sem kallast Samadhipad leggur hann gríðarlega áherslu á að skilgreina og loka markmiðið strax í byrjun, alveg löngu áður en hann fer að útskýra sjálfar iðkanirnar. En hvers vegna gerir hann það? Jú, ástæðan er bæði afar einföld og ótrúlega kröftu. Skýr áfangastaður virkar eins og andlegur viti sem gefur leitaranum ómalda orku, innblástur og tilhlökkun. Án þessarar björtu sínar er nefnilega hætt við að maður fari bara villast, reika stefnulaust og jafnvel gefast upp þegar á móti blís. Hér höfum við svo upprunalega textan og þetta er ævaforn grunnteksti sem kafar djúpt ofan í sjálfa mannlegu vítundina og skoðar lokastig jóga. Það kemur alveg skýrt fram hérna að sönn andlegu iðkun eða jóga sadhana er beinlínis ómöguleg nema maður átti sig fyrst á raunverulegri merkingu hennar. Þetta snýst ekki bara einhverja líkamlega stellingar, heldur þetta eina takmark, ástand algjörar uppljómunar. Og það er nákvæmlega þetta ástand sem við þurfum að hafa á hreinu áður en við höldum lengra inn í iðkunina. Það sem er virkilega áhugavert hér er hvernig þessi djúpstæða sútra úr Jógadarshan tekur þetta allt saman í hnotskurn. Tata drastuh svarupe avastanam. Hún útskýrir nákvæmlega hvað gerist þegar við höfum náð takmarkinu. Sko, þegar allar þessar endalösu andlegu sveiflur, allur þessi innri órói og suð hefur verið þakkað niður að fullu, þá og aðeins þá afhjúpast hið sanna sjálf. Við getum ímyndað okkur lótusblóm sem springur út í fullkomnum og óhagganlegum friði. Í þessu hljóða ástandi dvelur leitarinn algjörlega frjáls og umlukinn hrein í hælu. Berum þetta aðeins saman og skoðum þessa miklu andstæðu. Öðrum megin höfum við þennan venjulega sveiplukennda huga. Hann er stanslaust að framleiða ófta, kvíða, langanir og fljótfærni. Hann skapar oft algjöra storma í líf okkar. En hinum megin stendur svo hið sanna sjálf. Þar er öldin sko algjörlega önnur. Þar ríkir stórkostlega uppljómun, óhagganlegur friður og sælufull óeigingirni. Að gera sig grein fyrir þessum gríðarlega munir alveg bráðnauðsynlegt til að skilja af hverju verum yfir höfuð að reyna að rísa upp yfir blekkingar hugans. Sem leiður okkur beint að þessari frábæru tilvitnun frá Yugurushi Pandit Sriram Sharma Acharyaji sem hittir alveg beint í mark. Hann útskýrir að við sjáum ekki þennan fallega raunveruleika sálarinnar einfallega vegna þess að hugurinn okkar hegðar sér eins og þykkt fortjólt. Við erum nefnilega ekki endilega svona órafjar í sannleikanum, heldur eða bara þetta þétta tjált hugans sem byrgir okkur sín. Það heldur okkur föstum í allskins verðallegum tálsínum og heilur stórkostlegan raunveruleika sem býður okkar handan við þokuna. Og þetta getur verið algjör gildra. Í textanum er talað eitthvað sem kallast vrittisa rúpja mítaratra. Það þýðir einfaldlega að hugurinn tekur beinlínis á sér mynd sína eigin trublana. Jafnvel þeir sem eru virkilega langt komnir á andlegu brautinni geta lynt í verulegum erfileikum hérna. Eitthvað skyndileg eðlisvött eða minning grípur þá og dregur þá beint ofan í djúpa ringiðu efasemda eða langana. Á slíkum augnablikum geta þessir innri stormar hreinlega svopað burt öllum aga og yfirgneft innri röddina. En hver er þá raunverulega lausnin? Hvernig vöðum við út úr þessu stormi? Hér aðhjúpar Acharyajið stórkostlega og mjög jákvæða nálgun úr sínu eigin lífi. Lausnin er algjör hrein og tær uppgjöf. Hann talar að fela þennan þrjóska huga algjörlega í hendur síns andlega kennara, eða Sadgurinn. Að sleppa takinu. Auðvitað krefst það ótrúlega trósts að gefa svona eftir stjórnina,
En það einmitt þessi djúpa, fúsa uppgjöf sem dregur loksins fortjaldi frá og hleypir ljósinu inn. Hvað gerist nákvæmlega þegar maður sleppir takinu svona algjörlega? Það sem fylgir í kjölfarið frelsi í sinni tærustu mynd. Maður losnar loksins við hina tungubyrði eigin sjálfsmyndar. Þær hugsanir sem áður bundumann við fortíðina hverfa, áhyggjur dagsins í dag vöfa einfallega upp og allur kvíði fyrir framtíðinni missir mátt sinn. Andlegi leiðtoginn tekur við. Leitarinn verður þá einfallega að hreinu verkfæri eða farvegi fyrir guðlega náð. Alveg nákvæmlega eins og líkt og tært fljót sem rennur sína náttúrulegu leið og ber friðinn með sér. Það ofsalega sniðuð myndlíking notuð í greininni sem útskýrir vel þennan kraft náðarinnar. Hugsum okkur hvernig það að fá glænýtt reiðhjól. Ef maður hefur áður lært að hjóla, þá þarf maður ekkert að spá því hvernig á að stíga fótstigin. Það liggur alveg í eðlinu. Nákvæmlega eins þetta með þá andlegu visku sem hefur verið áunin. Einasti ljósgeisli af andleri náð gúrúsins getur endurvakið þessa djúpu jógísku þekkingu samstundis. Hún hefur allstað verið þarna, vakin og sofin, rétt undir yfirborðinu og býður bara eftir að fá að blómstra á ný. Sem tekur okkur beint að næsta stigi, því sem kallast saxi drasta. Við skulum aðeins pæla í því. Þegar uppgjöfin hefur átt sér stað og innri viskan voknuð, verður til þessi nýji og æðri raunveruleiki. Þá verður maður algjörlega hlutlausum, óhlutdragum og friðsælum áhorfenda að lífinu. Ímyndum okkur sólina. Hún skín jafnt á allt, alveg án þess að dæma. Þannig stendur maður eilítið aðskilinn frá veraldlegun hasar og fylgist einfaglega með lífinu líða hjá í stórkostlegri hlutlægni. En hvernig lifir maður svo í heiminum í þessu sælufulla ástandi? Jú, maður að sjálfsögðu ennþá til staðar en á gjör ólíkan og dásamlegan hátt. Sem saxi drasta maður algjörlega ósnertur af þessum andlegu sveiflum. Maður lifir í fullkomni, djúpri ró. Allur þessi brennandi eldur sjálfselsku, öfundar og kvíða hefur lognast út. Í stað þess að endalaust kastast til og frá eftir ytri atburðum verður maður að þessu friðsæla, stöðuga vitni sem mætir öllum hliðum tilverunar með kærleika og samþykki. Nú, þegar við draugum þetta saman, skulum við átta okkur á einu mjög mikilvægum fræði Maharshi Patanjali. Þessar sútrur nefnilega engar hversdagslegar vangaveltur eða heimspekilegt gisk, nei, þær jafnákvæmar og stærðfræðilegar eða vísindalega staðreindir. Það í raun ekkert pláss fyrir vafa þarna. Þær vísa vafalost veginn að þessum fullkomna andlega stöðuleika og það sýnir okkur og sannar að markmiðið ekki bara einhver fjarlægur draumur, heldur mjög raunhæfur áfangastaður fyrir þá sem velja að feta þessa braut. Svo, að lokum, hvílum við í þeirri einföldu en djúpstæðu visku að markmiðið og hefur raun alltaf verið friðurinn hið innra. Með því að temja okkur þögnina, halda lokamarkmiðinu á lofti frá fyrsta degi og sýna þá stólfenglega auðmjótt að sleppa takinu, já, þá hreinsum við burt sjálfa tálsín hugans. Hvernig væri að stíga okkar allra fyrsta skref í átt að þessari innri kyrrð strax í dag? Leifum þessari fallegu ævafornu þekkingu að finna góðan stað í hjörtum okkar núna. Megi guðlegt ljós leiða hugsanir okkar og gjörðir í átt til heimsfriðar og sjálfsvitundar.